Frá ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta síðdegis hluti sunnudags 197. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn eru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hluta flytur The Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldum eða í kirkju. Öldugur Dale G. Renlund í 12 postulasveitinni mun stjórna þessum hluta. Bræður og systur, ég býð ykkur velkomin á þennan loka hluta á þessum páskadegi 197. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Dallin H. Oaks forseti, sem í forsæti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna. Við flytjum kveðjur okkar til meðlima og vini kirkjunar hvarvetna sem taka þátt í þessari ráðstefnu allan heim fyrir tilstilli útvarps, sjónvarps, alnets eða gerfirnatta útsendinga. Tónlistun á þessum ráðstefnuhluta verður flutt af The Tabernacle Choir at Temple Square undir stjórn Max Wilberg og Rance Murphy með orgelleik Brian Matthias og Joseph Peoples. Kórinn mun hefja samkvæmt á því að syngja Upp frá dauðum hann risinn. Inngangsbæn flytur síðan Öldugur Hjúka í Martínez Avenue 70. Áskæri himneski faðir, við neyjum höfuð okkur frá þér enn aftur á þessum fallega páskasunnudegi. Við þakkum þér fyrir að meðtaka allt það sem við leitumst eftir, frið, huggun, anda þinn og fyrir leiðbeiningu. Við erum mjög þakklátt fyrir æðsta forsætisráð og ráð hérna 12
sem blessa okkur með kröftum orðum Jesú Krists sem leiðbeina okkur. Blessaðu þá og blessaðu fjölskyldu þeirra. Við erum mjög þakklátt fyrir þau heilugu sem safnast út allan heim til að hlusta á þessu orð og hlökkum til að fá betri líf og meðan við verum í gegnum erfiðleika alltaf að hafa Jesú Krist í huga. Við nú að hafa auga til að sjá og eyru til að heyra, opin huga og hjarta. Í hinu heilaga nafni Sonar þíns Jesú Krists, frelsi okkar. Amen. Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýða á Détótt Kristófersson forseta, annan ráðgjafa í æðsta forsetisræðinu. Að ræðu hans lokinni hlýðum við á öldungar Chi Hong, Sam Wong og Aaron T. Hall af hinum 70. Og eftir þeim mun kórinn syngja Lord, I would follow thee. Að söngloknum munum við hlýða á Susan H. Porter forseta, aðalforseta barnafélagsins. Og eftir henni talar öldungur Neil L. Andersen í 12 pósturarsveiturinni. Pétur postuli minnir okkur á að síðari dögum muni vera efasemdarmenn sem efast síðari komi Jesú Krist. Á hinum síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin gerindum og segja: hvað verður úr fyrirhitunum komu hans? Pétur minnir okkur á að ekki drottinn seinn á sér og ef einhver dráttur virðist vera á endurkomun hans, þá það vegna langlundargeðs hans við að gefa okkur meiri tíma til að eyðrast fyrir hinn mikla og ólega dag drottins. En dagur drottins mun koma, segir Pétur ákveðinn, og þá munu himnarnir með miklum gný líðundi lok og frumefnin bráðna í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar sem við vitum að drottinn kemur og stofnar nýja jörð, þar sem réttlæti ríkir, áréttar Pétur. Þannig ber ykkur að lifa. Hann hvetur okkur til að undirbúa okkur af kostgefni núna svo að þegar drottinn kemur, muni hann finna okkur flekklaus og vamlaus lifa lífi í heilagleika. Ég hef íhugað orð Péturs, þannig ber ykkur að lifa, hef ég ákveðið að tala í dag persónuleika Jesú Krist. Þegar við líkjum eftir persónuleika Krists verðum við það sem okkur ber að vera. Að öðlast persónuleika Krists eitt af því mikilvægasta sem við gerum til að taka á okkur nafn hans. Þegar við íhugum persónuleika frelsarans beinum við gjarnan athyglinni strax að eiginleikum hans eins og dyggð, ráðvendni, auðmýkt, samúð og hugrekki, en við ættum líka að hugleiða. Hvað það í Jesú sem kalla fram slík persónu einkenni? Ég trúi að þau séu náttúrulegur ávöxtur hugsana, þráa og ásetnings hjarta hans. Kristilegu persónuleiki vex upp úr kristilegu hjarta. Ef okkur á að takast að þróa með okkur kristilega eiginleika verðum við að til að okkur hneigðir Krists, hugsanir hans, þrár og ásetningar hjartans. Fyrir okkur mun það krefjast gjörbreytingar hjartans eins og ritningarnar segja. Eftir innblásna og spámannslega ræðu Benjamins konungs vitnaði fólkið hans. Því að andi drottins almáttugs hefur valdið svo mikilli breytingu á okkur eða í hjörtum okkar að við hneigjumst ekki lengur til illra verka heldur stöðu til góðra verka. Benjamin konungur svaraði: þér skulu nefnast börn Krists, synir hans og dætur hans. Því að sjá á þessum degi hefur hann getið þér andlega, því að þér segið að hjörtu yðar hafi breyst fyrir trú á nafn hans. Í tilviki fólks Benjamins konungs og nokkura annara þá átti þessi andlega endurfæðing með umbreytingu hjartans í stað nánast samstundis. Hvað flest okkur varðar þá á gjörbreytingur okkar sér stað stigvaxandi í tímans rás. Í báðum tilvikum niðurstaðan sú sama og alveg jafn gild.
Í öllum tilvikum krefst hún iðrunar, skírnarsáttmála, hlýðni og náðar Jesú Krists með heilugum anda. Já, hún krefst stöðurar fyrirhafnar af okkar hálfu, en hafið hugfast að hún snýst ekki bara erfiði okkar. Góðu fréttir fagnaðarerindis Jesú Krists eru þær að við getum öll kallað á náð Jesú Krists okkur til hjálpar. Með skýrn okkar og staðfestingu lofar hann okkur samfélagi heilags anda erindreka náðar hans. Með heilugum anda meðtökum við áhrif hans og andlegar gjafir, kraft guðleikans í lífi okkar. Þessi umbreytandi kraftur veldur gjörbreytingu hjartans og kallar fram þá persónulegu eiginleika sem henni fylgja. Hvaða þrár í hjarta Kristi viljum við hafa í hjarta okkar? Ég ætla að nefna 3. Fyrst og fremst er það hinn hreina ást Krists. Mikilvægust er að hneigða sem er kærleikurinn, hinn hreina ást Krists. Það var hinn hreina ást fyrir sköpun heimsins leiddi til þess að hann bauð sér fram sem lausnar okkar. Friðþæging hans var og er æðsta kærleiksverkið, eins og Jesús sagði sjálfur, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Kærleikur Krists kallar fram persónueinkenni eins og samúð, þolinmæði, fúsleika til að leiðrétta þegar heilagur andi hvetur til þess og vissulega fúsleika til að fyrirgefa. Öldungur David að Bednar sagði frá konu í stíku sinni fyrir nokkrum árum sem hringdi í hann og bað hann að heimsækti 2 stúlkur á sjúkrahúsi eftir hræðilegt umferðarslys. Á sama augnablikki fekk þessi systir þær hræðilegu fréttir frá sjúkrahúsinu í öðrum síma að dóttir hennar hafði látist af sárum sínum í sama slysi. Hún sagði rólegri og yfirvegaðri röddu: Bednar forseti, við verðum að komast í samband við hinar mæðurnar 2. Við verðum að láta þær vita eins mikið og við getum ástand dætra þeirra og að þær verði bráðlega á spítalanum. Öldungur Bednar minntist þess að ekki hefði votta fyrir sjálfsvorkun, ekki hefði votta fyrir sjálfshyggju. Kristilegu persónuleiki þessara trúföstu konu sýndi sig í þeim skjótu og eðlislægu viðbrögðum hennar að huga ekki að sjálfur sér heldur að þörfum annara þjáðra mæðra. Öldungur Bednar segir: persónuleiki opinberast í þeim krafti að geta greint þjáningar annara þegar við þjáum sjálf, í þeim eiginleika að geta greint hungur annara þegar við erum svöng og í þeim krafti að geta rétt fram hönd og hafa samúð með andlegum kvölum annara þegar við erum mitt í okkar eigin andlegu þjáningum. Ég hugsa Jesú í angist og dauða á krossinum, umhugað móður sína, Maríu, og setjandi hana í umsjá síns áskera fóstula, Jóhannesar. Önnur hneigð sem einkennir persónuleika frelsarans er dálæti hans á því að stuðla að hamingju og framþróun annara. Hvað sem öllu líður, þá er eini tilgangur hans í samhljóm við föðurinn að gera ódauðleika og eilíft líf barna Guðs að veruleika. Eins og hann kenndi postulum sínum, sé sá sem mikill vill verða með ykkar þjónn ykkar. Því að mannsórnun er ekki komið til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Persónuleikar sem vaksa út frá dálæti á velferð og velgengni annara eru auðmýkt, hógværð, óeingirni og hugrekki. Í nýlegri ræðu sinni við Brigham Young háskólan rálaði Dallin H. Oaks forseti: lítum til þarfa annara og auðmýkt fylgir í kjölfarið. Jesús kendi: lærið af mér, því að ég er hógvær og að hjarta lítillátur. Hinir hógværu eru fyrirmynd sjálfstjórnar og nota ekki krafta sína og gjafir eins og best hentar í öllum aðstæðum. Hvaða betra dæmi höfum við óeigingirni en trúboða? Það er 2000 trúboða okkar sem helga mánuði og ár lífsins eingöngu til þjónustu við aðra, oft ókunnuga, að bjóða fram í nafni Krists óviðjafnanlegar gjafir hans til iðrunar og fyrirgefningar. Þriðja mótandi hneigðin sem er nauðsynleg persónuleika Krists er þrá hans til að vegsama föðurinn
og framfylgja vilja föðurins í einu og öllum. Hann sagði, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Kristileg þrá til að vegsama Guð og gera vilja hans vekur upp eiginleika sæmdar, ráðvendni og dygðar. Jesús sem var fyrirmynd að ráðvendni var á allan hátt eins og okkar en án syndar. Við getum stefnt að þessari fyrirmynd. Öldungur Kim B. Clark kallaði það eitt sinn að keppa að siðferðislega fullkomnu lífi með hjálp drottins. Siðferðislega fullkomnu líf líf dygðar. Dygð minnstur hugsana og atferðli sem byggist á háum siðferðisstöðlum. Hún hollusta við Guð og aðra. Það að keppa við að andlegum og líkamlegum hreinleika. Það felur í sér að leita að hollustu við sannleikan, rétta hugsun og rétt verk. Í lokaræðu sinni til okkar sem forseti kirkjunnar fyrir ári síðan bauð Russell M. Nelson forseti. Hugsanir okkar, orð og verk þurfa ávallt að vera dygðu og fyllt hinni hreinu ást Jesú Krist til allra manna. Hið mikla tækifæri frammi fyrir okkur að verða það fólk sem Guð vill að við séum. Í stuttu máli þá hugsa Jesús og framkvæmir af hreinni ást. Hann þráir að blessa og lyfta öðrum. Hann hefur unun af að gera vilja Guðs. Í trú á Krist getum við beðið þessa heilagur andi muni valda gjörbreytingu á okkur til að glæða í hjarta okkar þessar sömu guðlegu hneigði og hjálpa okkur til að tileinka okkur kristilega eiginleika. Við getum haldið áfram að iðrast bæta okkur við leggjum okkur fram við að fylgja fordæmi drottins með þeirri trú og iðrun sem umbreytir hjörtum. Við getum orðið það fólk sem Guð vill að við séum. Ég sný mér aftur að efninu síðari komu Jesú Krists. Að tileinka sér persónuleika Krists ekki aðeins spurning persónulegan undirbúning, heldur meginþáttur þess að búa heiminn undir endurkomu drottins og dýrlega valdatíð hans í 1000 ára ríkinu. Við hneigjumst til að vanmeta áhrif kristilegra einstaklinga á heiminn. En Jesús hefur ávallt farið þá leið að sinna einum að öðrum til að breyta samfélaginu og koma ríki sín á fót. Það samanlög breytni og val einstaklinga yfir tíma sem myndar og breytir samfélagum til góðs eða ills. Ekkert okkar fær breytt heiminum einsamalt, en hvert okkar getur haft áhrif í heiminum. Á þessum gleðilega páskadegi ber ég vitni hinn lifandi upprisna Jesú Krist. Hann höfuð þessara kirkju sinnar. Dallin H. Oaks forseti kallaður af honum til að vera í forsæti kirkjunar á jörðu og sem spámannlegur talsmaður drottins fyrir heiminn. Með trú á Krist megi persónuleiki okkar endurspegla hans, svo þegar hann birtist, þá verðum við honum líkir. Að við megum eiga þessa von, að við megum verða hreinir eins og hann hreinn. Ég bið þess í nafni Jesú Krists. Amen. Páskasunnudagur æðsta hátíð endurlausnar hlutverks Jesú Krists, einkum upprisu hans. Páskarnir bjóða lærisveinum Jesú Krists ekki aðeins að fagna, heldur að minnast frelsara okkar. Hvað myndi Guð vilja að við hefðum hugfast? Hvernig myndi hann láta okkur vita? Hvar myndum við finna áminningar hans? Þegar ég hugleiddi þessa spurninga fyrir 10 árum, kom skýr hugsun í huga minn. Hann myndi setja áminningar sínar í Mormonsbók. Hann myndi minna okkur á að muna og hafa hugfast, alveg eins og foreldrar okkar myndu gera. Í Mormonsbók eru 5 vers að muna og hafa hugfast. Mósea 2:41. Og enn fremur langar mig til að þér hugleiði blessun og hamingju þeirra sem halda boðorð Guðs, því að sjá þeir njóta blessunar í öllu, jafnt stundlegu sem andlegu. Og ef þeir halda staðfastir allt til enda, tekið á móti þeim á himni.
og þeir fá dvalið með Guði í óendanlegri sælu. Ó, munið og hafið hugfast að þetta sannleikur, því að Drottinn Guð hefur talað það. Að halda boðorð Guðs blessun, bæði stundleg og andleg. Ef við fáum staðist allt til enda, munum við dvelja hjá honum í óendanlegri hamingju. Það ekki ótrúlega dásamlegt? Hafið þið þó einhvern tímann íhugað hvað myndi gerast ef við héldum ekki boðorð hans? Ó, minnstu þess og hafið það hugfast, sonur minn. Alma 37:13. Ó, minnstu þess og hafið það hugfast, sonur minn, Helaman, hver ströng boðorð Guðs eru. Og hann segir, ef þú heldur boðorð mín, mun þér vegna vel í landinu, en ef þú heldur ekki boðorð hans, það útilokast þú úr návist hans. Guð minnir okkur á að boðorð hans sé óhaganleg og að hlýðni við þau veiti fyrirheitna blessanir. Dalinn H. Oaks forseti sagði frá því hvernig boðorð Guðs leiða og stilla af líf okkar. Hann sagði, reynsla okkar í jarðlífinu er eins og litli drengurinn og faðir hans með fljúgandi flugdreka á vindasömum degi. Þegar flugdrekin hækkaði olli vindurinn því að togkrafturinn strengsins jókst í hendi litla drengsins. Óreyndur á krafti jarðneskra vinda lagði hann til að klippt yrði á strenginn svo flugdrekin gæti risið hærra. Vitur faðir hans neitaði því leiðbeinandi og útskýrði að strengurinn væri það sem héldi flugdrekanum á sínu stað gegn jarðneskum vindum. Ef við missum tak okkar á strengnum, mun flugdrekin ekki rísa hærra. Hún berast með þessum vindum og óhjákvæmilega hrapa til jarðar. Við þurfum að snúa aftur til himnesks föður með því að koma til Jesú Krists. Það var sú áætlun sem við samþykktum og fékk okkur til að fagna. Hafið hugfast í Helaman 5:9. Hafið hugfast á munu orðin sem Benjamin konungur mælti til þjóðar sinnar. Já, hafið hugfast að hvorki til önnur leið né aðferð til frelsunar mannsins, nema með friðþægingablóði Jesú Krists sem koma mun. Já, hafið hugfast að hann kemur til að endurleysa heiminn. Jesús Kristur kjarni áætlunar Guðs sáluhjálp og upphafningu. Sér hvert loforð endurlausn, sér hver von uppreissu og sér hver fullvissa eilíft líf streymir gegnum hann. Án Jesú Krists engin sáluhjálp, engin sigur yfir synd og dauða og engin leið tilbaka til himnesks föður. Hann sjálf undirstaða allrar áætlunar sáluhjálpar og upphafningar. Og í fjórða lagi, Helaman 5:12. Og nú, synir mínir, munið hafi hugfast að það eru bjargilausnar okkar sem Kristur, sonur Guðs, sem þið verðið að byggja undirstöðu ykkar, að þegar djöfullinn sendir sína voldugu storma, já, spjót sín í hvirfilvindinum, já, þegar allt hans hagl og voldugur stormur bylur á ykkur, mun það ekkert vald hafa til að draga ykkur niður í djúp vansældar og óendanlegs volæðis, vegna þess að það bjarg sem þið byggið á öruggur grundvöllur og ef menn byggja á þeim grundvelli geta þeir ekki fallið. Öldungur David A. Bednar kendi okkur hvernig við getum tryggt þá undirstöðu í lífi okkar. Líkja með á heilugum sáttmálum helgiathöfnum hins endurreista fagnaðarins frelsarans við akrispinna og stálstangir sem notuð eru til að tengja byggingu við fast bjarg. Í hvert sinn sem við tökum trúfastlega á móti ígrundum hugfast á endurnýjum helga sáttmála eru andlegir akrispinnar okkar tryggilegar fastir við bjargið, Jesú Krist. Og í fimmta lagi, Helaman 15:40. Og nú, bræður mínir, hafið hugfast og minnist þess að hver sem glatast sjálfum sér og hver sem illt gjörir það sjálfum sér. Því að sjá, þér eruð frjálsir, yður leyfist að breyta sjálfstætt, því að sjá, Guð hefur gefið yður þekkingu og hann hefur gjört yður frjálsa. Mormónsbók var rituð fyrir okkar tíma og fyrir framtíð okkar.
Þegar við lærum af síðum hennar, munum við læra að þekkja sannleikann. Þegar við skiljum kenningar hennar, taka þær á móti hjarta okkar. Þegar við tilengum okkur boðskap hennar og sökkum okkur ofan í orð hennar, munum við leitt til að greina rétt frá röngu og höfum kraft til að nota guðsgefið sjálfræði okkar skynsamlega. Munið þið enn að ritningaversin 5 í Mormonsbók að muna að hafa hugfast? Þau eru: 1. Við getum dvalið með Guð í óendanlegri sælu ef við höldum boðorð hans. 2. Við verðum útilokur návist Guðs ef við höldum ekki boðorð hans. Í 3. lagi, við frelsumst aðeins fyrir friðþengiblóð Jesú Krists. 4. Ef við byggjum undirstöðu okkar á Jesú Kristi, munum við ekki falla. Okkur var veitt þekking og sjálfræði til að velja og breyta vitulega. Við skulum muna eftir og hafa frelsar okkar hugfastan, einkum á þessari páskatíð. Hann upprisinn. Hann vill að við komum til sín. Biðjum sameiginlega að við höldum boðorð hans, notum siðferðislegt sjálfræði okkar vitulega daga hvern og búum okkur undir dýrlega endurkomu hans í sínum upprisna líkama. Í nafni Jesú Krists. Amen. Brothers and sisters, Bræður og systur, gleðilega páska. Hann upprisinn. Þegar Nefí spámaður Mormonsbókar lýkur kennslu sinni, ber hann þetta máttu og vitni. Ég miklast í hreinskilni og miklast í sannleika og miklast í Jesú mínum, því hann hefur leyst sál mína undan víti. Þetta stutta orðtak, ég miklast í Jesú mínum, lýsir á fallegan hátt kærleiksríku sambandi Nefísi son Guðs, Messías, lausnaran. Í 1. og 2. bók Nefís eru yfir 60 mismunandi nöfn fyrir Jesú Krist. Hvert nafn opinberir eitthvað hátign hans, eiginleika og hlutverk hans sem frelsara heimsins. Í þessari kærleikstjáningu vísar Nefí þó til hans á náinn og hjartfólkin hátt, Jesú mínum. Hvað Nefí varðar, þá var Jesús Kristur ekki einhver fjarlægur aðili eða einungis nafnkunnugur. Nei, fyrir Nefí var nafn Jesú hjálpræði hans. Þegar Nefí upplifði raunir og gleði björgunar, var nafn Jesú Krist honum enn persónulegra. Nefí lærðist að engin annar vegur til og ekkert annar nafn gefið undir himninum sem frelsa getur mannin í Guðs ríki. Nafn Jesú Krist var endurlaust Nefís og hann miklaðist í því. Nefí íhugaði þrengingar sínar, freistingar og veikleika og segir frá ástæðu þess að hann miklast í Jesú Kristi. Hann skrifar: Guð minn hefur verið stoð mín. Hann leiddi mig út úr þrengingum mínum. Hann hefur varveitt mig. Hann hefur fylgt mig elsku sinni. Við lesum svo ákveðna yfirlýsingu Nefís: Ó drottinn, ég hef treyst þér og mun að eilífu treysta þér. Í öllum aðstæðum, þeim beisku og sætu, treysti Nefí á hann sem máttinn hefur til að frelsa. Nefí var ekki einn þá þrá að gleðjast í drottni. Hinn miklu trúboði Mormonsbókar, Ammon, sem eitt sinn hafði fetað veg uppreisnar og syndar, upplifði einnig gleði endurleysandi máttar Jesú Krists. Hann hugleiddi miskunn drottins, lýsti hann fagnandi yfir. Þess vegna skulum við miklast, já, miklast í drottni. Við skulum fagna því að gleði okkar algjör. Já, við skulum lofsyngja Guð okkar að eilífu. Sjá, hver getur miklast of mikið í drottni? Já, hver getur sagt of mikið hans mikla vald og miskun og langlunda geð hans gagnvart mannanna börnum? Sjá, ég segi ykkur, að ég geta aðeins lýst brota því sem býr í brjósti. Ég get líka varla lýst smæstu tilfinningum mínum til Jesú míns, frelsara okkar, konungi konunga og friðarhöfðingja. Gleði Nefís og Ammons fyllir sál mína þakklæti. Þeir veita mér innblástur til að dýpka samband mitt við Jesú Krist og gleðjast yfir þeim mörgu leiðum sem við getum miklast í honum.
Í dag miklast ég í lausnar okkar. Armar miskunnar hans eru útréttir til okkar. Hann býður öllum og segir, iðrist og ég mun taka á móti yður. Við erum rist í lóga hans. Ég gleðst yfir gjöf iðrunar og loforðinu fyrirgefningu. Ég miklast í góða hirðinum okkar. Hann kallar á okkur, safnar okkur saman, frelsar okkur og fyllir okkur elsku sinni. Ég fagna því að við erum sauðir hans og hann vinnur linnulaust að því að koma okkur heilum og húfi heim. Ég miklast í græðara okkar. Hann getur læknað alla sem finna fyrir broddi dauðans, einmannuleika, líkamlegum og tilfinningalegum sársauka, byrði syndar og brostnu hjarta. Hann hefur fullkomna samúð. Hann grætur með okkur og býður okkur að sína stilli. Ég fagna því að svona Guðs græðir okkur hvert af öðru og umlykur okkur elskandi örmum sínum. Ég miklast í málsvara okkar. Í kærleika talar hann máli okkar frammi fyrir föðurnum og segir, Faðir, þyrm því þessu bræðrum mínum sem trúa á nafn mitt, svo þeir megi koma til mín og öðlast ævarandi líf. Ég fagna því að friðþægingafórn Jesú Krist fullnæði fyrir kröfum réttvísennar og að hann hafi krafist réttarins til miskuna fyrir okkur öll. Ég miklast í löggjafa okkar, boðorð hans leið okkur og vernda. Sáttmálar hans bind okkur við hann, svo hann geti umbreytt, bjargað og upphafið alla sem velja hann. Ég fagna því að hann höfuð sinnar endurreistu, sönnu og lifandi kirkju og að lögmál hans ger okkur kleift að upplifa himnaríki og jörðu. Ég miklast í frelsari okkar. Hann hefur sigrast á ófreskum líkamlegs og andlegs dauða. Engin áskorun í lífinu er utan óviðjafnlegs máttar hans. Ég gleðst yfir því að hann getur frelsað okkur frá allskyns sársauka, þrengingum og freistingum. Bræður og systur, hvaða nöfn Jesú Krist hjálp ykkur að miklast í honum? Meistari, undrarákjafi, vinur. Þegar lífið er ósangjart og það virðist erfitt að finna styrk til að miklast í drottni, íhugið þá merkingu guðlara að nafna hans og látið hann veita sál ykkar frið að nýju. Af fullkomnum skilningi á jarneskri reynslu okkar veitir Jesús Kristur okkur þetta loforð. Nálgist mig og ég mun nálgast yður. Leiti mín af kostgæfni og þér munu finna mig. Til að nálgast hann býður hann okkur að læra af sér, hlusta á orð sín og ganga með sér. Til að finna hann þá býður hann okkur inn í sáttmálssamband þar sem við getum fengið beinan aðgang að krafti hans og kærleika og náð hans í enn ríkari mæli. Á gleðistundum og í raunum okkar skulum við vera trúföst, hlýða boðorðum hans, heiðra sáttmál okkar og vona á drottin. Dallin H. Ox, forseti, ber dásamlega vitni ástæðu þess að við getum öll miklast í Jesú Kristi. Hann kendi. Sem hluti af áætlun föðurins var upprisa Jesú Krist sem sigraðist á dauðanum til að tryggja okkur öllum ódauðleika. Friðþægingafórn Jesú Krist veitur okkur öllum tækifæri til að iðra synd okkar og snúa aftur hrein til okkar himneska heimilis. Frelsari okkar var fús til að upplifa allan jarðneskan sársauka og veikindi svo hann mætti vita hvernig best að styrkja okkur í erfiðleikum okkar. Jesús Kristur gerði þetta allt vegna þess að hann ann öllum börnum Guðs. Bræður og systur, hver getur miklast og mikið í drottni? Ég ber gleðilegt vitni að Guð er ástríkur himnesku faðir okkar og að Jesús er hinn uppreisni og lifandi Kristur. Á þessum páskasunnudegi og ævinlega býð ég okkur að miklast í Jesú Kristi. Hann er Jesú minn og ykkar. Í hinu helga nafni Jesú Krists. Amen.
Ég er þakklátt í dag fyrir að tala til barna himnesk föður. Ungu börn hlustið en eldri mega líka hlusta. Börn, hafið þið ekki gaman að því að svara spurningunni hvað eru þið gömul? Eru þið 5, 8 eða 11 ára? Það er tíminn sem þið hafið lifað á jörðinni. En vissu þið að andi ykkar er miklu, miklu eldri. Þó að þið munið það ekki, þá verður þið löngum tími í andaheiminum við að læra og vaksa. Daginn sem þið fættust var líka ykkar nýr, en þið höfðu lifað sem andi í mörg ár. Þið fættust með gjafir. Þið hafið tilgang. Þið eru líka fætt með þann eiginleika að geta skipt sköpum til góðs. Himnesku faðir elskar börn sín svo heitt að hann vill að sérhvert okkar hljóti alla þær blessanir sem hann nýtur. Áður en við komum til jarðar, sagði hann okkur frá sælu áætlun sinni. Sem hluti af áætlun hans þyrftum við að koma til jarðar, öðlast líkama og velja að lifa eftir kærleiksríkum boðorðum hans. Þá gætum við snúið aftur til að lifa með honum og fjölskyldum okkar í gleði og friði. Himnesku faðir vissi að þegar við kæmum til jarðar myndum við gera mistök og þyrftum hjálp til að snúa aftur heim til hans. Vitið þið hvern himnesku faðir valdi til að hjálpa okkur? Já, Jesú. Jesú Kristur elskaði himneskan föður og okkur svo heitt að hann sagði: hér er ég, send mig. Himneskan faðir sendi Jesú til jarðar. Hann sýndi okkur hvernig við ættum að lifa til að vera hamingjusöm. Hann kenndi okkur hvernig við eigum að elska Guð og elska aðra. Í Getsemani þjáðist Jesú Kristu fyrir sársauka allra synda okkar og áskorana. Hann dó á krossinum og þá í mesta kraftaverki þeirra allra reis hann upp. Þetta er það sem við fögnum í dag á páskunum. Jesús, drottinn okkar og frelsari, sigraði orustuna yfir öllu því sem er erfitt og ósangjart í lífi okkar. Jesús Kristur þekkir ykkur. Hann skilur ykkur og hann elskar ykkur. Jesús hefur gert allt til að hjálpa ykkur. Verið nálægt honum. Lærið allt sem þið getið hann. Þegar þið reynið að halda mikilvægstu boðorðunum að elska Guð og elska aðra, mun hann hjálpa ykkur að vaksa og verða svo mikilfenglega manneskja sem ykkur er ætlað að verða. Hann mun hjálpa ykkur að verða hamingjusamari, læra hraðar, finna huggun, eignast vini og fá fleiri tækifæri. Vaknið dag hvern með tilgang og sjálfstraust, vitandi það að Jesús mun ganga með ykkur. Fylgið fordæmi hans og segið bæn til himnes föður: hér er ég, send mig. Hlustið síðan eftir hugsunum og hugmyndum. Hvað sendir hann ykkur að gera? Með anda sínum getur hann sendt ykkur til að hugga einhvern sem er einmana, hjálpa fjölskyld ykkar, læra mikilvæga leksíur í skóla eða kenna einhverjum að biðja. Hann getur hjálpað ykkur að verja sannleikann svo þið getur fært öðrum ljós hans. Munið eftir því að hafa lært það þegar Jesú mettaði meir en 5.000 manns. Jesús hafði kennt allan daginn og fólkið var hungrað. Einhvers staðar í þessum stóra hópi var ungur drengur sem var með 5 brauðleifa og 2 litla fiska. Hann vissi að þessi matur gæti ekki metta marga, en hann ákvað að gefa Jesú það sem hann hafði. Jesús tók við matnum og þakkaði himneskum föður fyrir hann. Þessi matur mettaði þúsundir. Alveg eins og að ungi drengurinn þurfti ekki að finna út úr því hvernig lítið magna brauð og fiski geti mettað svo marga,
þá þurfið þið ekki að hafa áhyggjur af því að leysa öll vandamálin umhverfis ykkur. Himnesku faðir getur gert kraftaverk þegar þið einfaldlega bjóðið fram það sem þið hafið. Ef þið segið, hér er ég, send mig, þá getur himnesku faðir tekið eitthvað smátt og einfalt og gert það mikilfenglegt. Ég hef séð börnum allan heim sem bjóða það fram sem þau hafa til að færa fjölskyldu sinni, kirkju, vinaháp og samfélagi elsku Guðs. Móðir nokkur í Karabíhafinu sagði mér að andinn hefði lyft þungu hjarta hennar þegar ungur sonur hennar bað hana að lesa Mormónsbók með sér. Í Ghana sögðu börn í barnafélaginu mér að þau deildu hádegisverði sínu með öðrum í skólanum sem voru ekki með neitt mat. Í Kambódíu sá ég veik börn á sjúkrahúsi á svæðinu ljóma þegar þau fengu leikjasett frá börnunum í barnafélaginu sem var annt þau. Fyrir nokkrum mánuðum stóðu Chloe og Eli, bæði 10 ára, frammi fyrir hópi viðskiptaleiðtoga og töluðu sjálfsörugg hvernig trú þeirra hefur haft áhrif á lífsmáta þeirra. Þau sögðu frá því að þau hugsuðu fagnaðurinn á hverjum degi. Þau biðja fyrir öðrum og leita leiða til að hjálpa. Chloe og Eli kenndu fullorðnum hvað það þýðir að vera lærisveinn Jesú Krists. Nýlega á föstu og vitnisburðarsamkomu sá ég barnafélagsdreng ganga pallinum og spyrja, gætu allir sem elska Jesú rétt upp hönd sína? Á þeirri stundu litu allir upp, brostu og rétt upp hönd. Allar hugsanir beintust að frelsar okkar Jesú Kristi. Þetta var helg gleðistund. Þegar ég var ung gerði móðir mín oft sérstakan eftirrétt fyrir sunnudaginn. Eftir matinn spurði hún, viljið þið eftirrétt núna eða á eftir? Við vissum að faðir minn myndi alltaf svara skælbrosandi, ég vil smá núna og á eftir. Þegar þið reynið að færa ykkur sjálf og aðra nær Jesú, munið þið hljóta blessanir nú og síðar. Í dag getið þið tekið ákvarðanir sem munu hjálpa yður að breytast og vaksa núna og búa ykkur undir blessanir, elsku og gleði að eilífu. Ég býð ykkur að leita til himnas föður og segja eins og Jesú. Hér er ég, send mig. Haldið síðan áfram, gangið með honum til að leiða ykkur sjálf og aðra til Krists. Sem hans sáttmálsbörn hafið þið góða gjöf. Ég ber vitni mitt að Guð, okkar himneski faðir og sonur hans Jesú Kristur elska ykkur. Vegna áætlunar himnesk föður og friðþægingu Jesú Krist getum við öll lotið þá blessun að lifa eilíflega í gleði með fjölskyldum okkar í nærveru þeirra. Ég elska þá og ég elska ykkur. Í hinu heilaga nafni Jesú Krist. Amen. Ég ætla að tala til eldri barnanna. Eftir óviðjafnarlega elsku og fórnfrelsarann sem færð var í Getsemani garðinum og á krossinum var líflaus líka með hans örugglega innsiglaður í lánaðri gröf. Gröfin gat þó ekki haldið aftur af hinum guðlega syni Guðs. Og vegna sigurs frelsar okkar yfir dauða og synd munum við lofa nafn hans eilífð. Jesús Kristi færði okkur aðrar ómælanlegar blessanir. Hann sagði við postula sem Pétur, hvað sem þér bindið á jörðu mun bindið á himni. Hið helga innsiglunarvald hefur verið endurreist á jörðu og nú að finna í vígðum misturum hans. Eins og Gordon B. Hinckley forseti sagði, ef ekkert kæmi út úr allri sorg, erfiðleikum og sársauka endurreisnarinnar, annað en bara innsiglunarvaldins heilaga prestamis til að binda fjölskyldur saman að eilífu, þá hefði það allt verið þess virði. Á mínum 74 árum eru aðeins nokkrar upplifanir
þar sem næri allar tilfinningar og hugblæri minn eru fastmótuð í meðveitund minni. Eins og hjartnæmasta þegar ég kraupið altarið gegnt Kathy í heilugum musteri Guðs. Vonirnar, draumarnir og ástin sem við deildum sprungu í kviksjá tilhlökkunar við heyrðum þessi ógleymanlegu orð tíma og alla eilífð. Í þessu mikla heimslæga svefnuði þá beini ég máli mínu sérstaklega til ykkar sem minnist þessa dags í lífi ykkar af ástúð. Á því augnabliki sem við krjúpum við altarið uppgötum við vaxandi skilning á dýpt skuldbindingar okkar við Guð og hvort annað. Hinn helga athöfn bindur okkur saman við eilífan förunaut okkar og Guð. Við heitum því hátíðlega að halda sáttmálana og Drottinn hefur heitið okkur þegar við erum trúföst ólýsanlegum blessunum í jarðlífinu og handan þess. Þar á meðal hásætum, völdum og yfirráðum í hinum eilífa heimi. En frekari von okkar hins vegar þrá að fáa eðli okkar að líkast frelsaranum meira sem gerir okkur kleift að lifa með honum einn daginn. Í okkar heilaga hjónabandi, bundin Guði og hvort öðru, erum við stödd í deglu andlegrar þróunar þar sem lífsnauðsynlegir eiginleikar, fórn, kærleikur, þolinmæði og að verða friðflytjendur, sjálf persónueinkenni Krists, geta orðið stærri hluti af okkur eins og Kristófersson sagði. Þegar við aukum elsku okkar til frelsarans, þá eykst frelsa okkar til hvers annars. Eilíft hjónaband okkar, líkt og okkar eigi lærisveinshlutverk, ekki skammtíma tilraun heldur ferðalag. Eilíft ferðalag til þess að verða þau sem Guð þráir að við verðum. Í stórum hluta heimsins að traustið að fjara undan varanlegu eðlu hjónabandsins. Í fagnarendi Jesú Krist lýsum við því yfir að hjónaband milli karls og konu vígt af Guði. Við trúum á eilíft hjónaband, við kennum eilíft hjónaband og við leitumst eftir eilífu hjónabandi. Við væntum hjónabands okkar í trú og fullvissu því við undirbúum með okkur samviskusamlega fyrir hjónabandsáttmálunar sem við gerum í húsi Drottins. Á unglingsárum okkar styrkjum við trú okkar á Jesú Krist og höldum boðorð hans. Þar á meðal skilningsámáli, lögmál sem svo margir í heiminum hafa lagt til hliðar. Við tökum á okkur nafn Jesú Krist. Þrátt fyrir undirbúning okkar hefur hvert okkar auðvitað veikleika og okkur verið ljóst að líf okkar mun krefjast aukinar óeigingirni, aukinar iðrunar og aukinar fyrirgefningar. Við Kathy létum letra þessi orð William Shakespeare á servétturnar í brúðkaupsveislunni okkar. Ást ekki ást ef hún breytist þegar breyting á sér stað. Á þessum fyrstu mánuðum hún kynntist mér betur, geymdi ég servétturnar sem afgangs voru út alla íbúðin okkar. Á sama tíma við tökum á móti hamingju og sorgum lífsins, reynslu, gröfum við sáttmála okkar óafmáli á sál okkar og beinum augliti okkar til himins í átt að hinum dýrlega ákvörðunarstað sem býður okkar. Við vitum að þeirra guðlegu eiginleikar sem við sækjumst eftir munu ekki allir fullkomnast í þessu lífi. Eilíft hjónaband eilíft ferðalag. Við höfum djúpstæða þörf fyrir gjöf heilags anda í persónulegu lífi okkar og í hjónabandi okkar. Dallin Eidsók sagði nýlega, eins og vitnað hefur verið í á þessari ráðstefnu, óvinnurinn hefur náð svo miklum árangri í að dylja sannleikann að þið muni láta blekkjast ef þið hafið ekki heilagan anda. Margar hindranir eru framundan. Truflanirnar verða margar. Ein af blekkingum heimsins að gera lítið úr helguð mikilvægi og raunverulegum krafti helgiathafnar innsiglunar. Varðveitið von ykkar á hvert annað og á Jesú Krist. Loforð hans geta hjálpað okkur í gegnum hindranir og truflanir.
Í hjónabandi okkar þarf á stundum stóran skammt af þolinmæði. Á 25. ára brúðkaupsafmælinu okkar vorum ég og Kati í Philadelphia að ræða við trúboða. Ég fekk símtal frá Boyd K. Bakker í 12-póstalsflokksveitinni og í lok samtalsins okkar sagði ég: Bakker Forst, í dag er 25 ára brúðkaupsafmælið okkar, finnst þér það ekki vera frábært afrek? Hann svaraði án þess að hika: það er það fyrir Kati. Leyfið drottni með von ykkar að trúa á Krist, að auka ykkar andlegu gjafir, skilnings og þolinmæði. Þegar ég ræði eilíft hjónaband langar mig að benda á 2 önnur málefni. Í fyrsta lagi, allir sannir lærisveinar Jesú Krists, sé það þrá þeirra, verða að eilífu innsiglaði réttlátum félaga að eigin valu eilíf, hvort heldur þessu lífi eða því næsta. Í öðru lagi er spurt: eru til aðstæður þar sem skilnaður ætti að koma til greina? Svarið við því er já, en sýna þarf mikla aðgát. Ég mun hafa spámannlegar kenningar þetta efni með, þegar boðskapur minn verður birtur. Fyrir 50 árum kynntumst við Kati tilkomumiklum hjónum sem einnig höfðu nýlega gift í húsi Drottins. Lífið lofaði góðu, þau eignuðust börn, þau voru hæfileikarík og full trúar. Starf hans gekk vel og þau héldu sáttmálana sína. Óvænt kom upp alvarlegar heilsufarsvandi í ungu konunni. Sonur þeirra miðlaði mér nýlega þessum hugleiðingum. Á mínum yngri árum gekk elskulega móðir mín í gegnum mjög erfið tímabil, alvarlegs þunglindis og á löngum tímabilum átti hún erfitt með að sinna eigin þörfum. Þetta var nýr veruleiki fyrir báða foreldra mína. Lífið yrði öðruvísi en þau höfðu vænst. Faðir minn hafði aldrei tekist á við geðræn vandamál og leitaði hjálpar himnesks föður. Ég get ekki talið hversu oft ég kom að honum á hnjánum eða hversu marga sunnudaga hann fastaði aftur hljóðlega. Hann þjónaði móður minni og þjónaði okkur af ótrúlegum kærleika, þolinmæði og auðmýkt. Hann leitaði áhrifa heilags anda í vonum að elska, framkvæma og bregðast við eins og frelsarinn hefði gert. Móðir mín var ástin í lífi hans. Þessi tímabil yrðu ekki nema örskamma stund. Þau voru bundin hvort öðru að eilífu. Ef þau eru trúföst myndu þau verja eilíðinni saman við góða heilsu og hamingju. Þetta loforð veitti honum fullkomið vonarljós. Þó að móðir minni hafi oft fundist áskoranir hennar skapa byrði fyrir föður minn, leit hann þetta öðrum augum. Hann naut þess að þjóna þessari ótrúlegu dýrmæti dóttur Guðs. Þegar móðir minn sigraðist hugrögg og á undraverðan hátt á mörgum erfiðleikum sínum upplifði þau ljós og gleði saman, sem hjón, sem foreldrar og sem afi og amma. Síðar, þegar hún var á 70-aldri, stóð hún frammi fyrir allt öðruvísi erfiðleikum. Þar á meðal brjóstakrabbameini og taugafræðilegum vandamálum sem hefðu áhrif á getu hennar til að ganga. Enn einu sinni juku þau skuldbindingu sína hvort við annað og sáttmála sína við Drottinn. Þau gerðu það saman allt til síðasta dags, jarðneskrar ferðar hennar. Eilíft hjónaband er eilíft ferðalag. Hver veitir ykkur styrk til að halda fast í hvert annað og ljúka jarðneska hluta þessar eilífu ferðar? Eilífur Guð sem skapaði endimörk jarðar, sá sem reis upp á 3. degi, hann þreytist ekki, hann lýgist ekki. Hann veitir kraft hennum þreytta og þrótt lausum einhverjan mátt. Þið sem vonið á Drottinn, þið fljúið upp á vængjónum sem ernir, hlaupist og lýgist ekki og gangið og þreytist ekki.
Þetta ber ég vitni í hinu heilaga nafni, Jesú Krists. Amen. Stjórnandi gefur merki, bjóðum við söfnuðunum að standa upp og syngja með kórnum Jesú ég hugsa. Að söngloknum hlýðum við á öldung Quentin L. Cook í 12 postulasveitinni. Og eftir honum kemur öldungur Daniela B. Waccolo af hinnum 70. Öldungur Gerrit Töfaldvaf Gong í 12 postulasveitinni mun þá tala til okkar. This is the Sunday afternoon session of the 190. Þetta útsending síðdegisluta sunnudags 197. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu.
It has been a special blessing to Einstök have blessun að sunnudagshluti aðalráðstefnu falli á sama dag og við höldum páska hátíðlega. Áherslu okkar á páskum nær yfir atburði sem móta eilíðina, sem áttu sér stað í Getsemani-garðinum, á krossinum, á Golgata og í garðgröfinni þar sem Jesús Kristur reis upp. Ég vitna að friðþæging hans fullkomnaði sáluhjálpa áætlun föður hans og sér öllum sem einhvern tímann hafa lifað fyrir leið frelsis frá dauða, án skilyrða og frelsis frá synd, bundi skilyrði iðrunar. Þess vegna hefur Drottinn okkar og frelsari, Jesús Kristur, gert að veruleika hinna mikilvægu kenningar upprisu og friðþægingu. Þessi páskadagur fer líka heim og saman við hinna stórkostlegu birtingu frelsarans sem átti sér stað í Kirtlandmusterinu á páskadag árið 1836, fyrir 190 árum. Aðeins einni viku eftir vígslu Kirtlandmusterisins. Sá dagur, eins og þessi dagur, var einn af þeim tímum páskar kristina og páskahátíð skýðinga skarast, að frelsarinn hafi byrst spámanninum Joseph Smith og Oliver Cowdery og lyklarnir sem Móse, Elías og Elía veittu eru kjarni endurreisnar fagnaðarerindis Jesú Krists á síðari dögum. Hlutverk Elía við að endurreisa prestdæmislykla innsiglunavaldsins lykilatriði í ferð okkar aftur til föður okkar sem sáttmálslýður. Stutt kirkjusaga mun hjálpa við að sjá þessa atburði í réttu ljósi. Nóttina 21. september 1823 birtist engillinn Moroni hinum 17 ára gamla Joseph Smith í litlum bjálkakofa í Palmyra, New York. Engillinn Moroni vitjaði hans þrisvar sinnum þessa nótt og aftur að morgni. Hann kenndi og endurtók mikilvægur upplýsingar varandi framvindu atburða í endurreisn fagnaðarerindis Krists. Hann sagði Jósef frá gullplötum sem faldar voru í nálari hæð. Auk þess vitnaði hann í spádóma úr Gamla testamentinu. Annar kafli kenningar og sáttmála hefur að geyma orð Moronais til Joseph Smith varðandi Elía. Tilvitnun: sjá, með hendi spámannsins Elía opinberja yður prestdæmið áður en hinn miklu og ógurlegi dagur Drottins kemur. Og hann mun gróðursetja í hjörtum barnanna fyrirheitin sem feðrunum voru gefin og hjörtu barnanna munu snúa aftur til feðra sinna. Ef svo væri ekki, mundi jörðin öll vera gjöreydd við komu hans. Tilvitnun lýkur. Ef ég væri 17 ára gamall og hefði aðeins aðgang að Biblíunni, hefði ég verið mjög ringlaður. Hver var þessi Elía spámaður? Hvaða prestdæmi myndi hann opinbera? Hvers vegna yrði allir í jörðinni eitt ef öll börnin sneri ekki hjörtu sínu til feðra sinna og hefðu hugfast loforðin sem þau voru gefin? Elía var undraverður spámaður sem hafði heilaga lykla prestdæmisins og fyrir hans tilviknað voru unni máttu kraftaverk. Kristni menn, múslimar og gyðingar hvarvetna heim viðurkenna Elía sem spámann. Múslimar trúa að Elía hafi verið spámaður sendur af Guði, Allah, til að kalla fólk frá skurgoðadýrkun, einkum tilbeiðslu á Baal, og aftur til tilbeiðslu á hinn eina sanna Guð. Gyðingar hafa vænst endurkomu Elía yfir 2900 ár sem fyrirrennara komu Messíasar. Fyrir jarneska þjónustu Jesú Krists notaði spámaðurinn Elía innsiglunarvald Melkísedeks prestdæmisins. Það er athyglisvert að Elía birtist einnig ásamt Móse á tíma ummyndunar Krists. Elía veitti Pétri, Jakobi og Jóhannesi prestdæmislykla innsiglunarvaldsins. Það er líka þýðingarmikið að þegar Kristur vitjaði fólksins á meginlandi Ameríku, þá vitnaði hann sérstaklega í frásögn Gamla testamentins í Malaki Elía og þátt hans í að sameina fjölskyldur eilíflega fyrir síðari komu Krists. Vegna endurreisnarinnar skiljum við það þýðingamikla og mikilvæga hlutverk sem Elía hefur haft varandi sáluhjálp mannkyns. Elía veitti Joseph Smith prestdæmislyklana
sem tilheyra innsiglunarvaldinu til að gera helgiathafnir og sáttmála bindandi á jörðu og á himni. Þar með eru taldar staðgengils helgiathafnir, sáluhjálpar og upphafningar sem framkvæma verður hér á jörðu í musterum drottins. Helgiathöfn innsiglunar tekur gildi eftir þetta líf og í eilíðunum til að innsegla eiginmann og eiginkonu, foreldra og börn. Án þessara lykla eru engar eilífar fjölskyldur og jörðin öll mundi verða gjör eitt. Ein af mörgum sérstökum andlegum upplifunum sem ég hlaut með kærum vini mínum, áskjærum trúboðsfélaga og síðar sveitaforseta mínum, Jeffrey R. Holland forseta, tengi spámanninum Elía. Frá árinu 2009 nutum ég og Holland forseti þeirra forréttinda að leiða ýmsa hópa fólks, þar á meðal rabbína sem voru umbótasinnaðir, íhaldsamir og aðhylltust réttrúnað, sem og veraldlega leiðtoga gyðinga í ferðum í gegnum opið hús í musterum hér í Júta. Við skírnarfondin gafst mér færi til að útskýra kenningunum skýrt fyrir látna á okkar. Þetta tengist beint loforði Malaki að snúa hjörtum barna til látinna áa sinna. Ég las fyrir þá úr fyrir konungabók 725 þar sem musteri Salómons er lýst. Að skírnarfondunum var í borun upp af 12 nautum sem tákna hinnar 12 ættkvíslir Ísraels. Varð þess að tár spruttu fram í augum sumra þeirra. Þeir áttuðu sig á að þeir voru í meginatriðum að horfa á ákveðna þætti musteri Salómons sem hefur helga þýðingu bæði fyrir gyðinga og múslima. Þegar við komum í innsiglunarherbergið voru tilfinningar Hollands forseta yfirþyrmandi og hann útskýrði fyrir þeim með tár í augum að hann vildi ekki misbjóða neinum en fyndi sig knúinn til að segja frá nokkru. Síðan útskýrði hann á mjög andlega áhrifaríkan hátt að Elía hefði vissulega komið og endurreist hina helgu lykla sem gera eiginmann og eiginkonu og fjölskyldu þeirra kleift að innsiglast eilíflega. Hann útskýrði að innsiglunarherbergið þar sem við vorum samakomnir var í staður þar sem hinir endurreistu lyklar væru notaðir. Vinir ykkar sem voru gyðingar mátu mikið þá staðreynd að frásagnir úr Gamla testamentur spámenn væru svo áberandi í musterum okkar og kenningum. Nokkrum árum síðar fóru leiðtoga gyðinga þess á leit að við myndust 175 ára afmæli sinna sögulegu vígslu landsins helga í Jerúsalem af hendi Orsons Hyde. Öldungur Holland og ég nutu þeirra blessunar að vera fulltrúar kirkjunar á þessari hátíð. 2 aðrar upplífanir í kjölfar þessa atburðar voru mér einkar mikilvægar. Sú fyrri var að ég tók að skilja sögu öldungs Hollands í Jerúsalem. Þegar öldungur Holland var á fertugsaldri var hann í farabroddi við að koma á fót Jerúsalem miðstöðinni á Olíufjallinu. Sem fulltrúi Spencers, tvöfald Kimball forseta og annara kirkjuleiðtoga, hann var næstum því í 15 ár ásamt mörgum öðrum við að koma mestu af því til leiðar sem kirkjan byggði í Jerúsalem. Öldungur Holland starfaði sleitulaust með leiðtogum bæði palestínmanna og gyðinga. Öldungur Holland naut þess að vera á þeim stöðum sem frelsarinn gerði kraftaverk og kom friðþægingurinn til leiðar. Svo síðar var ég heimsókn okkar til Jerúsalem sem ég og öldungi Hollandi gafst tíma ásamt eiginkonum okkar, Pat og Mæri til að vera saman við gröfina í garðinum og lesa hinn dýrmætu vers úr hverju guðspjallana 4 sem segja frá síðustu dögum jarneska þjónustu frelsarans sem náði hámarki með dýrlegri upprisu hans og friðþægingarfórn. Getið þið ímyndað ykkur hvernig 2 fyrir trúboðsfélögum sem þá þjónuðu sem postular og ljúgum eiginkonum þeirra leið við að fá tækifæri til að ganga það sem Jesús gekk, lesa úr helgum ritningum frá síðustu dögum jarneska þjónustu hans og upplifa anda þessa undursamlegu atburða. Ég fullvissa ykkur að þeir þurfið ekki að heimsækja Jerúsalem persónlega til að upplifa það sama við upplifum þennan dag og höfum gert mörgum sinnum síðan. Þið getur öðlast á vitneskju og staðfestingu með andanum þegar lærið líf frelsar okkar. Endurreisn prestdæmisins og endurkomu innsiglunarlykla af hendi Elía sem sameina fjölskyldur okkar eilífð.
Þið getið fundið með fullvissu andlegra staðfestingar að frelsarinn hafi uppfyllt áætlun föðurins. Hann friðþaði fyrir syndir okkar og rauf helsi dauðans, svo við getum snúið aftur til föðurins og sonarins í himneska ríkið. Ég lofi ykkur á þessum páskadegi að þið haldið ykkur að helgiathöfnum hans, sáttmálum og boðorðum, munu þið verða nánar í sambandi ykkar við frelsar okkar og þakklæti ykkar mun aukast fyrir líkla innsiglunar sem hafa verið endurreistir á þessum ráðstöfunartíma. Ég ber vitni að líklarnir sem forni spámenn veittu spámanninum Joseph Smith í Kirtlandmusterinu eru nauðsynlegur hluti hins endurreista fagnaðarerindis Jesú Krists. Sem postuli ber ég mitt örugga vitni Jesú Krist, frelsara heimsins, sem leiðir þessa kirkju. Ég ber vitni friðþægingu hans og upprisu og samgleðst ykkur á þessum sérstaka páskadegi vegna alls þess sem frelsarinn hefur komið til leiðar, svo við getum öðlast eilíft líf í nafni Jesú Krists. Amen. Gleðileg páska. Ég gleðst með ykkur í fagnarætti Jesú Krists. Þegar dóttir okkar, Jasmín, var 14 ára, lýst hún aðalráðstefnu þannig að hún væri samkoma þar sem spámenn sjáundir opinbera vitni Jesú Krist og kenna kenningu hans á svo einfaldan hátt að hún verði ekki misskilin. Jafnvel einföld skilaboð geta verið gerð skýrari. Við sjáum skilti eins og þetta, ættum við að vita að okkur ber að stoppa. En á hinum fallega Filipsheim voru skilabúðin gerð mun skýri. Stoppa algjörlega. Í Missouri var svo gengi einu skrifi lengra. Í alvöru, þú verður að stoppa. Hver þakklátt við erum fyrir lifandi spámenn og postla sem tala af einfaldleika og skýrleika, sem sameiginlegri og röddu bjóða okkur að koma til Krists. Í bók Móse lesum við helga reynslu. Móse leit á jörðina og mörg lönd, já, alla jörðina. Hann sá íbúa þess og fjöldi þeirra var mikill, já, óteljandi eins og sandkornin á ströndinni. Móse var gagntekinn af þessari sýn og spurði Guð tveggja djúpstæðra spurninga. Hvers vegna og með hvaða hætti? Hann vildi sem sagt skilja tilganginn. Drottinn svaraði: Í eigin tilgangi hef ég skapað þetta, að gjöra ódauðleika og eilíft líf mannsins að veruleika. Spámaðurinn Nefi vitnaði síðar, því að hann neitar engum að koma til sín og allir eru jafnir fyrir Guði. Hvernig þessum tilgangi náð? Vegna Jesú Krists geta allir hlotið gjöf eilífs lífs sem felur í sér að lifa í náðvist Guðs að eilífu sem fjölskyldur. Fyrir 6 mánuðum kenndi spámaður okkar, Dalinn H. Oaks forseti, kenning kirkju Jesú Krists sína síðara dag heilugu hefur fjölskylduna að þungamiðju. Mustrið er nauðsynlegt í kenningu okkar fjölskylduna. Helgiathafnir sem við meðtökum þar gera okkur kleift að snúa aftur í návist himnesks föður okkar sem eilífur fjölskyldur. Áætlun fagnaðarerindisins er framkvæmd gegnum okkar jarðnesku fjölskyldur og tilgangur hennar er að upphefja börn Guðs í eilífum fjölskyldum. Tilvitnun lýkur. Drottinn hefur einnig lýst yfir að hjónaband hefur viðvíkt til þess að jörðin nái tilgangi sköpunar sinnar og án innsiglunavaldsins sem þarf til að ganga inn í þessa eilífu sáttmála sem sameina fjölskyldur að eilífu mundi jörðin öll verða gjöreitt við komu hans. Mustrið stendur sem tákn von, ekki þristing. Innan krínandi helgiathafnir mustriðs innsiglana bjóða okkur inn í guðlega reglu Guðs. Fagnarætti Jesú Krists er ekki fleigur sem aðskilur fjölskyldur, heldur brú til að sameina þær eilíflega. Við verðum að tryggja að lærisveinsdómur okkar endurspegli þolinmæði frelsarans, mildi hans og fullkomna elsku. Kæru bræður og systur,
Sum ykkar eru úr fjölskyldum sem enn eigi eftir að innsiglast í mustrinu. Einhver ykkar sem hlýð hér á eru ekki meðlimir kirkjunnar. Önnur ykkar eru meðlimir kirkjunnar, gæti átt maka sem ekki tilheyra okkar trú. Í dag segi ykkur öllum, þið eru nauðsynleg í áherslum Guðs. Leyfðu mér að miðla nokkrum helgum sögum þolinmæði, sjálfræði og hljóðlátt og viðvarandi boð að koma til Krists saman. Á Nýja-Sjálandi voru Danny og Alex æskuvinir sem sóttu ólíkar kirkjur. Trúarbrögð hefðu aldrei verið rætt á stefnumótu árum þeirra en eftir að þau giftu sig stóð Danny og Alex frammi fyrir vandamál. Hvað kirkju ættu þau að sækja? Á einum tímapunkti fannst eiginmanninum sem var meðlimur kirkjunnar að hann gæti ekki halda áfram að lifa í sundrung. Faðir hans gaf honum einfalt ráð. Halda áfram að fara í kirkju, þau eru fjölskylda þín. Hann hlustaði. 2 árum síðar ákvað eiginkona hans að láta skýrast. Á tilsettum tíma voru þau innsigluð í húsi drottins. Þau völdu að koma til Krists saman. Í Brisbane, Ástralíu, sárbað 7 ára drengur föður sinn að ganga í kirkjuna svo faðir hans gæti skýrt hann. Þótt faðir hans hefði sótt kirkju í nokkur ár, hefði hann ekki stigið það skref að láta skýrast. Þegar ég hitti þau, bauð ég föðurnum djarflega að samþykkja kærleiksríkjabón sonars hans. Hann hafnaði því ljúflega, en kærleikurinn varði samt áfram. Boðið sjálfræði verði eftir. Stundum sáðkornið sáð löngu áður en það vex upp úr jarðeinum. Í Farmington, Utah var Bob Hasenjäger enn ekki meðlimur kirkjunnar. Eiginkona hans Marlene var trúföst fagnaritinu og heiðraði sáttmála sína. Bob þjónaði og hjálpaði í deildinni. Dag eitt spurði stikufossirinn Bob, ertu meðvitað að eiginkona þín þráið að fara í mustrið, en býður samt og vill ekki særa þig? Bob grét þegar honum var sagt þetta. Hann veitti síðan fullan stuðning sinn. Marlene tók á móti musturskjöf sinni og hóf að sækja musteri reglulega. Dag einn lagði ungur trúboði einfaldlega til að Bob yrði skírður á ákveðnum degi. Bob sagði, ég skynjaði heilagan anda, ég fann hlýju, gleði og frið. Loksins fékk ég svarið. Bob var skírður. Hann og Marlene voru innsigluð 3 mánuðum áður en hann lést. Bræður og systur, drottinn heiðrað þolinmæði í trú og það aldrei of seint fyrir kraftverk. Á Fiji-eyjum beið trúföst eiginkona í 8 löng ár eftir að eiginmaður hennar gengi kirkjuna. Í 8 ár hafði hún sótt kirkju einsömul á meðan eiginmaður hennar var áhugalaus og hikandi. Hún dróð sig þó ekki í hlé eða varð bitur, hún þjónaði. Þegar eiginkonan fékk patriarka blessunina sína var henni lofað að ef hún væri trúað staðföst þó kæmi sá dagur að eiginmaður hennar færi með hana í mustrið til að innsiglast tíma á alla eilífð. Rúmlega 4 árum og 24 trúboðum síðar var eiginmaðurinn skírður og hjónin voru innsigluð í húsi drottins. Til að vera skýrari þá ætti ég að láta það koma fram að ég og eiginkona mín, Anita, vorum innsigluð í húsi drottins. Það eina sem ég sé eftir, ég vildi að ég hefði skýrst fyrr. Bræður og systur, Guð heldur lofar sín en á hans tíma. Þessar sögur fjallaði ekki tölfræði, þær fjallaði sálir. Ég ber vitni að himnesku faðir og Jesús Kristus þekkja hverja fjölskyldu sem sagt var frá. Þeir þekkja tárin, bænirnar, þolinmæðina. Þeir þekkja tilfinningarnar, hvers maka sem býður, hvers biðjandi hjarta og hvers barns. Þeir þekkja öll helg loforð. Þetta minnir okkur á að trúarumbreyting persónuleg. Tímasetningin einstaklingsbundin, sjálfræðið heilagt. Til þeirra í fjölskyldum þar sem ekki allir eru meðlimir kirkjunnar, missið ekki kjarkinn. Til þeirra sem bíða, gefist ekki upp. Til þeirra sem boðið, vitið að boðið á rætur í kærleika. Til allra meðlimir kirkjunnar, höldum áfram að þjóna einum af öðrum og gætum þess að enginn sitji einn. Frelsarinn þvingar aldrei, hann býður, hann blessar, hann uppfyllir loforð í samræmi við trú og trúfesti. Í þessum mánuði, þegar við fögnum og minnumst uppreisur frelsar okkar, býð ég ykkur að skuldbinda ykkur og velja að koma til Krists saman. Eilífðin mun verða laun ykkar, í nafni Jesú Krists. Amen.
Nú er þessi páska aðalráðstefna kirkju Jesú Krist sína síðardaga heilögu líður undir lok. Þráum við líkt og lærisveinarnir á veginn til Emmás að frelsari okkar dvelji hjá okkur því það er páskahátíð. Í Lúkasar guðspjalli segir: 2 lærisveinar fóru þann sama dag, páskadag, til þorps nokkur sem er 60 skeiðrum frá Jerúsalem og heitir Emmás. 7 mílur, 12 kilometrar. Emmás þýðir heitar uppsprettur, staður lækningar. Ímyndið ykkur að við séum á göngu til Emmás. Ókunnugur maður slæst í för með okkur. Hann sér að við erum döpur. Við segjum við hann: Jesús frá Nasaret, spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum, hefur verið krossfestur. En nú er 3. dagur síðan þetta bar við. Á göngu okkar opnar ókunnugi maðurinn ritningarnar og útskýrir allt varðandi Jesú Krist. Hjörtu okkar brenna innra með okkur. Þegar við nálgumst þorpið byggjum við nýja félaga okkar. Vertu hjá okkur því að kvölda tekur. Vinur okkar borðar með okkur. Hann tekur brauð, blessar það, brýtur og gefur okkur. Augu okkar opnast. Við þekkjum hann, hinn uppristna Jesú Krist. Þrátt fyrir að við bárum ekki kennsla á hann áður, gekk hann með okkur allan tíman. Markúsar guðspjall vitnar að Jesús hafi birst 3 á þessum páskadegi án þess að borið var í kennsl á hann í fyrstu. Hann birtist fyrst Maríu Magdalenu sem hélt upphaflega að Jesús væri grasgarðsvörðurinn. Næst birtist Jesús 2 þeirra þar sem þeir voru á göngu. Þessir 2 lærisveinar á veginn til Emmás þekktu hann loks hann sagði: Er hann brauðið? Í 3. skiptið birtist Jesús þeim 11 þegar þeir sátu til borðs. Jesús stendur sjálfur meðal þeirra og segir við þau: Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur. Til að sýna að hann væri ekki andi át hann stykki af steiktum fiski og hunangseim. Því að Jesús Kristur gengur með lærisveinum sínum á veginn til Emmás sýnir sáttmálsmynstur. Á ríkum vegum okkar til Emmás finnst okkur við stundum vera einmanna miskilin, byrðum hlaðin óséð, en þegar hann talar við okkur á veginum geta orð hans í ritningunum valdið því að hjörtu okkar brenna. Þegar hann brýtur og blessar sakramentisbrauði geta helgiathafnir hans og sáttmálar hjálpað okkur að þekkja hann. Þegar við göngum með honum í trú, erum í honum og hann í okkur, munum við komast að því að hann lifir. Páska loforð hans eru raunveruleg. Hvern hvíldardag bjóðum við öllum að koma og tilbýða Jesú Kristi í samfélagi hans endurreistu kirkju. Í helgiathöfn sakramentisins gerum við sáttmála að við séum fúslega að taka á okkur nafn Krists, hafa hann ávallt í huga og halda boðorð hans. Hann heitir því að andi hans verði ætíð með okkur. Þegar við vitnum og minnumst Jesú í hverri viku erum við með og göngum með honum. Á sama hátt og lærisveinarnir á veginn til Emmás biðja Jesú að vera hjá sér, lofar Jesús Kristur að vera hjá okkur. Í Jóhannesar guðspjalli köflum 14 og 15 kennir Jesús lærisveinum sínum og okkur hvernig hann getur verið áfram tilheyrt og gengið með okkur. Trúfesti hans er sterkari en bönd dauðans. Þegar við höfum spurningu, vandamál eða gleði, segir Jesús Kristur: Ég er svarið þitt, vegur þinn, sannleikur þinn, líf þitt. Til að vera með okkur á myrkustu dögum okkar lofar Jesús okkur hinum fyrsta og öðrum hugarró í Jóhannesi 14. Fyrsti huggarinn sem Jesús talar er heilagur andi. Ég mun biðja til föðurins og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. En hjálparinn, andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt. Hinn huggarinn sem Jesús talar er hans sjálfur.
Jesús lofar, ekki mun ég skilja við yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar, en þann sem elskar mig mun Faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Sannlega, sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og Faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Dvelja og bústaður. Í Jóhannesi 15 kennir Jesús Kristur einnig að hann sé vínviðurinn og Guð Faðir okkar vínyrkin. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér. Við getum ekkert án Drottins gert. En sá sem ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum og ávöxtur ykkar varir. Jesús segir, þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé eða dvelji í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Við hófum þessa aðalráðstefnu með hátíðarsamkomu. Hátíðarsamkomur marka tímamót eða viðburði í kirkjunni, svo sem stuðnings nýs forseta kirkjunar. Hvort sem hátíðarsamkoma er haldin fyrr eða síðar, þá sýnum við táknrænt samstöðu og stuðning eftir helgri fyrirmynd og fordæmi. Hátíðarsamkomur eru frá Ísrael til forna. Þar á meðal við vígslu Salómons konungs á musterinu. Á þessum ráðstöfunartíma var haldin söguleg hátíðarsamkoma 27. mars 1836 eftir að lokið var við Kortland musterið. Á hátíðarsamkomu þessara ráðstefnu urðum við vitni að og studdum Dallin H. Oaks forseta sem spámann Drottins og spámann okkar með Henry B. Eyring forseta og D. Todd Christopherson forseta sem æðsta forsætisráðið okkar og öldung Gerald Causey og öldung Clark G. Gilbert sem meðlimi 12 postula sveitarinnar. Þegar við leitum fyrst ríkis Guðs og réttlætis fylgjum við Jesú Kristi og spámanni Drottins fúslega, hlýðin af gleði. Við erum ríkulega blessuð við gerum það. Við erum þakklátt fyrir að Dallin H. Oaks forseti verði lokaræðumaður okkar. Þegar ég var nýnemi við Brigham Young Háskóla og Oaks forseti var nýr rektor Brigham Young Háskólans, töluðum við saman í pallborði fyrir foreldra og væntanlega nemendur. Á meðan ég beið óstyrkur eftir að dagskrán hæfist, hallaði Oaks forseti sér til mín til að hugreista mig. Með hlýju brosi sagðist hann vera með rautt bindi vegna þess að hann væri að halda upp á 40 ára afmæli sitt og fannst hann vera gamall. Fyrir mig sem nýnema virtist 40 frekar gamalt. Oaks forseti sagði mér síðan sögu. Ég man enn meginregluna. Afi nokkur opnaði stóra kistu fulla af smápenningum og bauð barnabörnum sínum að safna öllum þeim smápenningum sem þau gátu. Barnabörnin söfnuðu spennt mörgum handfyllum af hinnum fjölmörgum verðlítilla smápenninga eins og aurum, 5 og 10. Ein afasteppan valdi þó vandlega aðeins fáina smápenninga. Afi hennar spurði hvers hann gerði þetta. Hún svaraði, afi, allir peningarnir mínir eru gullpeningar. Dallin H. Oaks, forseti, maður sem Drottin elskar og hefur kennt, hefur verið fordæmi gott, betra, best, allt sitt líf. Hann velur besta andlega hlutan. Hann kennir með orði og fordæmi hvernig fylgja á frelsara okkar. Friðþæging Jesú Krists breytir öllu. Hún færir bókstaflega upprissu. Hún getur gert okkur mögulegt að snúa aftur í návist Guðs og að fjölskyldur sameinist að eilífu. Við getum læknast náð sáttum verið aðilar sáttmálanum. Sálir okkar munu ásamt nefi til forna hafa unun af þeim sáttmálum sem Drottin hefur gert í náð hans og réttvísi og krafti hans og miskunn sem birtist í henni miklu eilíðar áætlun frelsun frá dauða. Þetta páska vitnisburður minn.
Jesús Kristur dó, var grafinn og reis upp á 3. degi og sté upp til himins. Ég veit minn lifir lausnarinn og hljóma læt ég lofsöng minn að lifir æðsti kóngurinn. Þegar við göngum rikugan veg okkar til Emmás, mun hann vera með okkur. Ef þið sjáu einhverja ganga eina og niðurlúta, vinsamlega gangi með þeim. Enginn situr einn og enginn ætti að ganga veg sinn til Emmás einn eða óséður. Sjáum og göngum saman í kærleika hans, svo að hann fái verið hjá og í okkur og við í honum á þessari páskahátíð og á hverjum degi. Þess bið ég í hinni helga nafni Jesú Krists. Amen. As the conference concludes, Þegar dregur að lokum ráðstefnunar, færum við þeim innilega þakkir sem hafa unnið svo kostgæfið að þjónustuverkum henni tengdri, sem hverjir óséð. Við þökkum þeim sem hafa talað og þeim sem hafa flutt hina fallegu og uppliftandi tónlist. Kóri mun nú syngja Segðu mér sögur af Jesú. Loka ræðumaður ráðstefnunar verður Dalinn H. Oaks forseti. Að ræðu hans lokinni með kóri syngja Ísraels lausnari. Lokabæn flytur síðan öldungur Anthony D. Perkins af hinum 70 og líku þá ráðstefnunni.
The Tabernacle Choir Tabernacle Choir hefur nýlega sungið hérna tónlistarlegu bæn Segðu mér sögur Jesú. Þetta er viðeigandi samantekt á boðskap síðustu 2 daga. Brátt ljúkum við ráðstefnunni með nú Ísraels lausnari. Báðir sálmar einblína áfram á áherslur þessara 2 daga ráðstefnu. Andi Drottins hefur innblásið okkur öll að beina tilbeiðslu okkar, áherslu lærdóms okkar og saminuðum vitnisburði okkar að kenningum Drottins Jesú Krists og áætlun föður hans til eilífrar aukningar okkar og gleði. Jesús Kristur er sannarlega vegur friðar í þessum heimi og eilífs lífs í komandi heimi. Hann þekkir og elskar okkur, hvert okkar, fullkomlega og býður okkur að ganga með sér, vera í sér og fylgja fordæmi sínu að þjóna öðrum hvert fyrir sig, í elsku og kærleika. Við höfum verið minnt á hið mikilvæga hlutverk hjónabandsins og fjölskyldunar í áætlun himnesks föður eilíf örlög barna hans. Megum við sýna hina hreinu ást Krist í fjölskyldum okkar, samfélögum og í öllum samskiptum okkar við börn Guðs. Þegar boðskapur þessara ráðstefnu er gefin út, býð ég öllum að nema og ígrunda hann í bænaranda og starfa í trú á reglur sem þar eru útskýrðar. Drottinn hefur lofað þeir sem tekur á móti mun ég gefa meira. Þegar við leggjum okkur fram við að tilenga okkur kenningar þessarar ráðstefnu mun Drottinn halda áfram að kenna og innblása okkur með persónulegri opin og leiðsögn. Ég lofa því. Þegar við fylgjum leiðsögn Drottins og horfum til hans, þá lofa ég þessu. Í nafni Jesú Krists. Amen. Israel.
Okkar heilagi Faðir sem á himnum, á þessum páskasunnudegi og sýnum við þakklæti fyrir þá gjöf sem þín eingetni sonur, að vera lausnari Ísraels og alls mannkins. Við erum þakklátt fyrir hans friði, þængafórn og upprísu. Við byggjum að þú mynd blessa þá sem á þessum degi gætu að syrgja missi ástvina. Við erum þakklátt fyrir þá von sem við fáum og fyrir þá það sem gert í starfverk sem gert í mustrum. Við þakklátt fyrir þá orð sem við heyrðum frá lifandi póstlum og spámunum son þinn, sögum af Jesú sem við elskum að heyra. Við byggjum þig að blessa spáman okkar með styrk og heilsu svo að við getum heyrt hann aftur eftir 6 mánuði. Við byggjum þig að blessa sig hvert meðlim kirkjunar og að þegar við förum frá þessari ástefna við getum hugsa það sem við höfum heyrt og verið aðeins betur á hverjum degi og fengið styrk frá friðinga þængafórn svona þins. Við sýnum dýpsta ást okkar fyrir þig og sýnum þakklæti sem meðlim að þessa kirkju í nafni Jesú Krists. Amen.
This has been a broadcast. Þetta var útsending síðdegis hluta sunnudags 197. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krist sinna síðar í daga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir at Temple Square. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annarra ráðstefna sem finna má á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til enganota en ekki í hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldum eða í kirkju. Copyright 2026 Intellectual Reserve Incorporated, all rights reserved.